kæra samkoma. Ég hér komin til fyrir hönd Fjölbrautaskólans í Breiðholti og þar kenni ég á listnámsbraut, svokallaða hönnun og ég vil leggja áherslu í mínu erindi á hver rauninni mikilvægt þessi skapandi grunnur sem við leggjum í skólum landsins. En eins og kannski mörg ykkur að vita þá opnaði fyrir mánuði síðan FabLab í Breiðholti, eða svokallað FabLab Reykjavík, en ég legg þó áherslu á að sú smiðja, þó hún sé í nálægð við Fjölbraut í Breiðholti, hún opin öllum. Að FabLab Reykjavík standa nýsköpunarmiðstöð, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og Reykjavíkurborg. Og það sem þetta svona í nálægð við okkur, tökum við þessum opnum örmum og erum nú þegar að byrja að nýta okkur þetta. Og ég ætla núna að sýna nokkuð dæmi hvernig, hvaða möguleikum við sjáum í þessari smiðju. En með námi við listnámsbraut í Fjölbrautaskólanum eru nemendur þjálfaðir í að fylgja hugmynd sinni frá fyrstu hugmynd til loka niðurstöðu. Og það þetta úthald og að efla þessa hugmyndarauðgi sem kom svo vel fram hérna í klippinu hérna undan. Og hvernig nýtist svo þessi grunnur og hvernig getum við tvinnað það saman við FabLabið. En FabLabið veitir nemendunum fleiri möguleika til að þróa hugmyndir sínar og útfæra þær. Í rauninni erum við þetta með fleiri möguleika á tæknilegum úrlausnum. Við komumst í fjölbreyttari efni við og það opnast líka möguleikar á að tengja okkur við tengslanet erlendis. Sem dæmi, nú kannski eru jafnvel nokkrir hér inni sem vita ekki enn rauninni hvað FabLab er. En FabLab í rauninni stafræn smiðja þar sem hægt að gera rauninni hvað sem er. Hvað sem er, það eru leysuskerar og alls konar græjur sem maður getur komist í og bara sem dæmi til dæmis þessi ljósagrunn, hún hefur líklegast verið gerð í FabLab. En hvað það sem við gefum nemendum okkar í faranesti með skólagöngu eða með sínu námi á listnámsbraut? Og það kannski skissan. Hver þekkir það ekki að hafa gengið með hugmynd í maganum og ekki geta komið inn á framfæri? Og það alltaf þetta fyrsta skref að setja hana niður á blað. Umræða. Hún líka mjög mikilvæg að þetta geta kasta hugmynd á milli sín eða jafnvel með kennurum eða kollegum. Það getur yfirleitt fengið hugmynd til að mótast og verða enn betri. Teikning, hún má heldur ekki vanmeta þó allt sé orðið svo auðvelt í tölvum í dag, en það kemur svo sem ekkert í staðinn fyrir góðan grunn, teiknigrunn og við leggjum áherslu á það bæði með anatómíu og fjarvídd og fleiru sem kemur nemendum á góðu. Módelsmíði, við leggjum þetta mikla áherslu á það. Og hér má svo sjá nokkuð verkefni sem nemendur hafa unnið síðastliðinn mánuðinn og það bara verið að setja einfalda hluti saman. Setja hluti saman þannig að myndi þrívíðan hlut. Það verið að vinna með stensla sem að þú getur þá nýtt í málingu, með málingu og stensla á ýmsa hluti. Og hér nemandi að þróa út mynstugerð út frá gömlum hlutum sem hann kom auga á þjóðminjasafninu. Og hér nemandi að þróa borðfót sem hann fekk hugmynda út frá barni í handahlaupi. En þannig að við sem ég bara rauninni árétta og stend hér fyrir hönd framhaldsskólanna að það sé mjög mikilvægt að hlúa að skapandi námi og ýta þannig undir frjóa hugsun og þannig rauninni þessi grunnur lagður fyrir frumkvöðla framtíðarinnar. Þakka ykkur fyrir. Komið í sæl og blessuð. Ertu með svona spotlight, tæknimaður? Komið í sæl, ég heiti Frosti Gíslason. Ég hélt að ég væri komin út að ætti að vera óvænt atriði í restina. Ég hafði með skemmtiatriði ásatt í nýsköpunarmiðstöðvar og var með svona breakdance. Og það var aðeins óvæntara heldur en ég bjóst við það því þegar ég ætlaði að taka orminn eftir 25 ára hlé í breakdance-æfingum þá fór ég úr axlarlið og reyndi að klára atriðið einhvern veginn. Og það einmitt ásætti hjá okkur á morgun á nýsköpunarmiðstöð. Einhverjir starfsmenn nýsköpunarmiðstöðar hérna? Einhverjir gestir í salnum? Heyrist meira í ykkur?
En ég þarf að biðja ykkur að gera mig smá greiða. Ég ætla að fá ljósmyndina því að ég bent á að það eru 2 ár síðan ég uppdataði Facebook-statusin hjá mér, myndina. Og ég ætla að biðja ykkur öllum að lyfta af höndum meðan hann tekur mynd af mér með ykkur í bakgrunni. Þá verðið öll á Facebook. Komið. Ég lyfti upp höndunum svona. Allir já, takk fyrir, takk. Ok? Ok, takk. Takk ykkur fyrir. Þið komið á Facebook og verið fræg. En var það græna takkinn. Og síðan ætluðu strákanir á Sauðárkróki að stríða mér svolítið, það er hægt að senda SMS í þetta Og ég sagði, ég er með svolítan athyglisbrest að það mun trufla mig þegar ég er með fyrirlesturinn. Hvað er aftur númerið, Steini? 869 3781. Og ef þið viljið stríða mér, að þá getið þið sendt svona red, green, blue eða eitthvað, þú veist, fyrstu stafina í þetta SMS og þá blikkar ljósið. En, herðu, að því að tíminn er svo stuttur, ég ætla að resetta tímann. Takk fyrir. Ok, herðu, við erum með sem sagt núna 5 fablabsmiðjur á landinu og Fablab er sístækkandi net af smiðjum sem eru allan heim, þar sem er einfaldlega vettvangur til þess að búa til nánast hvað sem er. Og við eigum samskipti í gegnum netið, í gegnum fjarfundabúnað og við erum í nánum tengslu við MIT-háskólann í Boston og sem er með vikulega kennslu hjá okkur. Nú, Hugrún kom aðeins inn á ýmis verkefni sem þau eru að vinna í Fablab en tækjabúnaðurinn sem við erum með, nú ætlum ég að fá lána leyserinn góða. Steini, Þorsteinn Ingi, þú átt eftir að skamma mig. Og skiptir ekki máli. Var það búaverið eða? Nei, þetta er allt góðið. Já, nei, ég ætla bara að benda, já, það er flott. Við erum semsagt með tölvur og það sem er hægt að hanna hluti og þar erum við einmitt að kenna fólki og krökkum forritun og á hönnunarstýr tól. Við erum með þrívídda skanna, við erum að kenna fólki að skanna inn í þrívídd og hvernig það getur bjargað sér sjálft jafnvel bara með ljósmyndum og búið til þrívídda módel og einmitt lagt grunninn fyrir 3D animation og þess þar sem við erum að nota opinn hugbúnað. Þannig að ég sé fullt af tækifærum fyrir notendur Fablab í framtíðinni með nýja hagkerfið okkar. Við erum með vínilskera þar sem við erum að búa til sveigjanlegar rafrásir og límið á slíkt. Við erum með fjarfundabúnað þar sem við erum með kennslu, eins og ég sagði áðan, út allan heim. Við erum með leyserskera og við erum með stóra fræsivélar og við erum með rafeindaverkstæði. Tókstu þitt líka? Já, flott. Ok. Og Fablab snertir raunverulega fjölmargar fjölmörg svið í ýmis fög, hvort sem það eru smíðar eða rafeindatækni og forritun og ýmis konar framleiðsla. Þarna erum við að æfa okkur í stafrænni framleiðslutækni og leggja grunnina fyrir framtíðina. Og það er búið að breyta upplausninni en undir stendur hvatning, menntun og það sem fólk leiðir til þess að við erum að hvetja fólk áfram, kemur til okkar og öðlast sjálfsörg til þess að búa til hluti. Við erum að búa til svona maker society, búa tilara samfélag og það er þannig á góðri íslensku og það sem við erum að verða mikið vör við er að fólki sem er að nýta smiðuna leita sér til aukinna menntunar og lærir að takast á við hin ýmsu verkefni og þetta er byrjað að skapa störf og þetta leiðir til uppfinninga og við sjáum uppi er dæmi þrívídda prentara og sem eru raunverulega að vera þróaðir í Fablab búnir til það. Við erum að kenna þetta á grunnskólastigi, framhaldsskólastigi og háskólastigi í samstarfi við MIT-háskólann og það er gríðarlega skemmtilegt að fá að taka þátt í þessari uppbyggingu og af því að áskoranir framtíðarinnar við erum að þjálfa raunverulega vinnuöfl fyrir framtíðina. Guðla spjaldi, ég var búinn að resetta tímann og það sem að raunverulega rökhugsun er gríðarlega mikilvægt og þessi skapandi hugsun og það er einmitt á stað eins og í Fablabsmiðjum þar sem að fólki gefst tækifæri einmitt að gera mistökin og að læra þeim. Nú, við erum að efla færni á fjölmörgum sviðum sem eru gríðarlega mikilvægt núna fyrir okkur á 21. öldinni af því að eins og ráðherra benti í morgun að
þá það þannig að þetta gerist ekki af sjálfu sér og við þurfum að standa saman og við þurfum að hugsa, ok, hvað ætlum við að gera í þessu? Og við þurfum að grípa til aðgerða og við þurfum að þjálfa börnin okkar upp í þessu að búa til hluti. Nú, tækifærin eru gríðarleg og það sem við munum sjá mikið að internetið á í auknum mæli eftir að komast inn í alla hluti. Fötin okkar eiga eftir að vera tengt netinu, öll húsgögn og allar ljósaperur og slíkt og það sem þannig að internetið á eftir að verða miklu ódýrara og það sem áskorun okkar verður svolítið, hvernig ætlum við að nýta okkur þetta? Hvernig getum við nýtt okkur ýmsa gerðir af skynjanatækni við skipulag, borgarskipulag eða bæjarskipulag, þar sem við erum og hvert okkar á eftir að vera að safna gögnum sem eiga eftir að fara inn á netið og verða opinber þar sem að vísindamenn geta unnið úr. Og það eru gríðarleg tækifæri á þessu sviði. Og að lokum, hver ljósmyndurinn? Ná, alltaf. Bara vil ég þakka ykkur kærlega fyrir og það er mikill heiður að fá að starfa hjá Nýsköpunarmiðstöð og ekki bara að þetta sé mjög klárt fólk, þetta líka mjög skemmtilegt fólk og við ætlum að hafa geðveikt stuð á árshátíðina á morgun og við ykkur að klappa fyrir þeim og takk fyrir mig.